Verið hjartanlega velkomin á þessa hátíðastundu. Húsið verður tilbúið eftir 3 mánuði.
Herðu. Það er bara gone, bara. Eigum við þá ekki að snúa þessu upp að auka fá? Jú, ég hefði haldið það. Við verðum að hafa ekki hafa þetta svo. Jú. Og hvenær á ég Hvað er þetta? Viljið þið þá ekki koma nær? Eða svona? Eða hvað? Já, kæru Haukafélagar, ég vil bara byrja því að óska ykkur innilega til hamingju með þessi tímamót. 90 ár í Hafnarfirði, það er ekkert lítið. Þetta er virkilega stór stund hérna í dag að taka fyrstu skóflustungu að knatthúsi hér á Ásvöllum sem við vitum öll er löngu tímabært. Og ég vil þakka forsvarsmönnum Hauka og foreldrum og öðrum bara fyrir þessu húsi. Við vitum að þetta mun valda straumhvörfum hérna í bænum og hjá félaginu auðvitað og iðkendunum hérna sem fjölgar með hverju árinu. Þetta verður algjör bylting þegar verður búið að byggja hérna yfir knattspyrnuna hjá Haukum og þá er aðstæðan hér á Ásvöllum orðin að ég örugglega á heimsmælikvarða. Ég vil bara segja það. Þetta er náttúrulega dásamlegur staður hérna og við erum í þessu uppbyggingahverfi þar sem að þúsundir manna er að flytja til á síðastliðnum árum. Við erum að byggja hérna upp ný hverfi á hverju ári núna og mikil áform framundan. Þannig að það er gríðarleg lyftistöng fyrir hverfið og fyrir íbúa, núverandi og tilvonandi að hafa svona frábæra aðstöðu fyrir ungmennin hérna í þessu frábæra landi, bæjarstæði hérna við Ásvelli. Þannig að þetta er virkilega stór stund og bara til hamingju með þetta allt saman og bara takk kærlega fyrir allir sem hafa að þessu komið, starfshópurinn og forsvarsmenn Hauka og aðrir fulltrúar. Þið hafið unnið þetta ákaflega faglega og miklu metnaði og vel og þetta, það verður gríðarlega gaman að sjá þetta verða veruleika hér á Ásvöllum. En bara enn og aftur takk kærlega fyrir og til hamingju með afmælið, takk kærlega Haukar fyrir ykkar framlag til æskulýðsstarfs og íþróttastarfs hér í Hafnarfirði. Það er hægt að halda langa ræðu afrekin og hvað þetta skiptir allt miklu máli. Ég ætla að sleppa því hérna núna. En formaður bæjarráðs Ágúst Bjarni Garðarsson, við ætlum fyrir hönd bæjarins að færa ykkur að auki smá gjöf í tilefni þessara tímamóta. Bara takk fyrir, til hamingju og ganga okkur öllum áfram vel. Takk. Já, kæra Haukafólk, til hamingju með daginn. Þetta eru skrýtnir tímar sem við erum á í dag. Ég veit að þið öll og við öll höfum svo sannarlega vilja halda veglegra afmæli með öllu fólkinu okkar og ykkar sem að leggið hönd á plóg hér daglega og hafa í áruna rás, sjálfboðaliðum og öðrum þeim sem að hafa gert þetta félag að því félagi sem það er. Ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra en bara ítreka hamingjuóskir mínar til ykkar allra. Sami, ætlar þú að taka á móti þessu hérna? Rósa, ætti ég koma að vera með okkur? Jú. Já. Það er hérna ekki kruppa þetta svona, það er gjöfin hérna. Já, hún fauk næstum. Ef ekki bara stilla upp þessum hópi sem er búin að koma að þessu bygginganefndinni og framkvæmdastjóranum? Þannig að má ég segja aðeins var bara. Kæru Haukar, til hamingju með afmælið. Þetta er frábær árangur hjá okkur að vera búin að ná 90 árum. Það er ótrúlegt að hugsa til þess að það sé 90 ár síðan að 13 Haukastrákar stofnuðu félagið og við erum núna orðin fjölmennasta félagið í Hafnarfirði og stefnum áfram að stækka og stækka og þetta knattspyrnuhús sem er hér að byrja að ríksa sem að Rósa var að taka stórbrostunga að verður náttúrulega gríðarleg lyftistöng fyrir okkar félag og við munum örugglega
allir við tvöföldum þess ekki knattspyrnudeildin þegar þetta hús verður komið, gerir ég ráð fyrir. En mér langar að endingu ætla ekki að það mjög langt. Mér langar að þakka bæjarstjóra og öllum bæjarfulltrúum fyrir þeirra starf í kringum okkur. Þetta hefur verið einstaklega ánægilegt að vinna með okkur öllum og ánægilegt að ná þessu öllu saman í gegn. Við erum að fara að hefja framkvæmdir á þessu húsi. Bara takk fyrir allt saman. Takk.